Ég man þá tíð að maður fór bogabrúna yfir Fnjóská á leið í Vaglaskó, en það liðin tíð. Nú eru tæp 30 ár liðin síðan þessi brú var lokuð fyrir bílaumferð. En þá hafði hún líka þjónað umferðinni í 85 ár. Eða allar götur síðan hún var smíðuð árið 1908. Svo skemmtilega vill til að til eru myndir frá sumrinu 1908 þegar að Danirnir voru hér að smíða. Og við skulum kíkja á nokkrar þeirra. Það var sem sagt danska byggingafyrirtæki Christiane og Nielsen sem fékk það verkefni að byggja þessa brú. Og hér sjáum við flottan mann, en engin veit hver hann en menn hafa ímyndað sér að þetta sé Knud Refstrup, verkfræðingur, sá sem stjórnaði brúasmíðinni. Hér gefur að líta verkið þegar það er komið vel af stað og í upphafi gengu allar framkvæmdir vel og voru komnar nokkuð langt þegar að flóð kom í ána og hækkaði vatnsborðið gífurlega og straumþungi árinnar reif verkpallana með sér og brúar bogann sem var þá byggður að hluta og allt fjall í ána. Hér sjást verkpallarnir undir bogabrúnni og á myndinni eru nokkri Danir sem unnu við smíði brúarinnar. Hérna sést hvernig flóðið hefur tekið hluta af verkpallana með sér. Flóðið í ánni var það mesta sem menn mundu, en aðeins nokkrum dögum seinna hefði brúin þolað áraunina, hefði boginn verið kominn allur. Flott mynd af brúnni og virkar gríðarlegt mannvirki. Hestar og menn á Fnjóskábrú og hér sést brúin í allri sinni dýrð. Lítið vatn í ánni að vísu, en menn voru stoltir af þessari brú. Það eins og brúin hafi minnkað í seinni tíð. En svona leit hún út árið 1993. Þessi bogabrú yfir Fnjóská var áratugum saman lengsta bogabrú á Norðurlöndum. Ég veit nú ekki hvenær tekið var fram úr henni, en í mínum huga er þetta fallegasta brú á Íslandi. Það er aðeins ein brú á öllu Íslandi sem kemst í hálfkvisti við þessa, en það er bogabrúin yfir Hvítá í Borgarfirði. Nýja brúin yfir Fnjóská var reist 1993, stóra, mikla brúin hérna neðst í ánni og þjónar umferðinni. Hún hvarf með einu vettvangi 2 árum síðar í miklum vatnavöxtum hér vorið 1995. Enda er það ekkert nýtt að það séu vatnavextir í Fnjóská. En áin sópaði 2 ára brúnni burt og það þurfti heldur betur að taka til hendinni og vegagerðin, reisti nýja. Lengi höfðu verið uppi hugmyndir að brúa þessa á, en eins og við vitum þá var ferðamáti Íslendinga frumstæður öldum saman, aðeins farið á hestum og allsstaðar voru ár. Jón Þorláksson, verkfræðingur í Reykjavík, síðar formaður Sjálfstæðisflokksins og borgarstjóri Reykjavík, hann var verkfræðingur og hann hafði komið fram með 2 hugmyndir að brúm yfir þessa á, annars vegar járnbrú og hins vegar járnbenta steypubrú sem honum leist betur á og hafði hugmyndir hvernig það ætti að gera. Niðurstaðan var hins vegar sú að fá danska verkfræðinga og danska smiði til þess að hanna og smíða Fnjóskárbrúna og hingað komu danskir smiðir og danskir verkfræðingar og byggðu þessa brú sumarið 1908. Og þessi fallega, tignarlega steinbrú er friðuð. Nema hvað? Hver veit nema Jónas Jónasson, sá kunni útvarpsmaður, hafi verið að rölta hér á fögru vorkvöldi í Vaglaskógi, gengið yfir þessa brú þegar hann samdi sitt frægasta lag.